Komið þið sæl. Hér hef ég ákveðið að gera stutt myndband sem sýnir hvernig hægt að tengja saman stærðfræði útskýringar sem ég hef búið til við bókaflokkin 8-10, hvernig hægt að tengja það við speglaða kennslu eða vendikennslu, eins og stundum kallað. Til að þetta myndband gagnist þá þarf þú að vita tvennt. Fyrsta lagi hvaða stærðfræði skýringar ég er að tala en upplýsingar það er að nálgast á þessari vefsíðu. Og annað sem maður þarf að vita er hvað speglukennsla er. Stundum er það kallað vendikennsla eða flippukennsla. Og þeir hjá Keili Háskólabrú hafa verið duglegir að kynna það upp á síðkasti. Og með því að fara inn á YouTube er hægt að slá inn speglukennsla og þá koma fram nokkur kynningamyndbönd frá Keili til dæmis. Og eins sem maður fer og slær inn Flip Classroom þá fær maður alveg 1.001 myndband sem að sýna hvað það er. En skoðum nú þessar blessuðu stærðfræði glósur sem ég er að tala og hvernig þær tengjast speglaðri kennslu. Ég hef sem sagt búið til stærðfræði skýringar sem eiga að hjálpa nemendum að fatta stærðfræði, hvorki meira en minna. Og þetta eru útskýringar sem ná yfir nánast alla kafla bókaflokksins 8-10 og nemandi getur þá í ró og næði heima hjá sér eða í kennslustund, það er að segja að það er einhvern tímann ró í kennslustund, hort á þessar útskýringar fyrir ákveðið atriði og svo spreytt sig sjálfur á dæmum í kennslubókinni. Og þetta er í grófum dráttum það sem speglukennsla er. Og nú hafa margir af þeim sem eru að tala fyrir speglaðri kennslu og kynna hana verið að stinga upp á því að það sé ekki allir að finna upp hjólið sjálfir og reyna frekar að nýta einhverja gagnabanka eða sækja í það sem að til er. En sem kennari þá veit ég líka að maður vill ekki endilega fá hjólið beint frá einhverjum öðrum. Maður vill aðeins fá að móta sitt hjól og gera það persónulegt, þannig að passi við sínar þarfir. Og þá er kannski aðal trikkið að gera það sem ég er að gera akkurat núna. Það er að taka svona búta þá af svona stærðfræðiglósum og það er hægt að gera þetta persónulegra með því til dæmis að tala inn á þetta eða með því að skrifa inn á þetta eða hvort tveggja. Og það eru fullt af ókeypis forritum sem leyfa mann að gera þetta á tölvur. En sjálfur er ég að nota iPad og nota til þess forrit sem kallast Doceri og er hægt að nálgast ókeypis í App Store. Mæli eindregið með því. Nú, þessar skýringar sem ég er að tala þær ná yfir algebru og rúmfræði, brot og fleira. En skoðu nú hvað kennari getur gert ef hann ætlar að kenna frumþáttinn. Hann gæti þá opna glósurnar og byrjað að bæta við. Góðan dag, krakkar mínir. Nú ætlum við að læra frumtölur og frumþátta. Ef við ætlum að frumþátta 28, þá reynum við að finna tvær tölur sem við getum margfaldað saman og fengið á 28. Sjáum hér að 2 sinnum 14 er saman sem 28. 2 er frumtala en ekki 14, svo við höldum áfram og skrifum 2 sinnum 7 í stað 14. Þá erum við komin með alla frumþætti fyrir 28. Það er 2 sinnum 2 sinnum 7. Önnur leið er að setja upp svona tré. 28 er 2 sinnum 14. Hér er frumtalan 2 en við höldum áfram með 14 og bætum við 3 2 sinnum 7. Allt frumtölur og erum það búin að frumþátta 28 saman sem 2 sinnum 2 sinnum 7. Sjáum það sama gert með töluna 24. Fyrst 2 sinnum 12 en höldum svo áfram þar til allt er orðið af frumtölum. Nú getur þú prófað að frumþátta 24 með 3. Já, svona einfalt er þetta. Nú hefur kennarinn sett sitt persónulega mark á útskýringarnar fyrir nemandann með því að tala inn á og hripa einhverja punkta sem að gagnast. Og þá er stóra spurningin, hvað vilt þú gera í framhaldinu? Vilt þú fá þessar stærðfræði skýringar sem ég hef verið að nefna? Viltu vinna allt frá grunni? Viltu vinna með einhverjum öðrum hætti en að spegla kennsluna og nota þá ekki tölvu eða vídeóútskýringar? Þessu verður hver og einn að svara fyrir sig.
og ég ætla ekki að segja að einhver einn kosturinn sé betri en annar. En þeir sem að velja fyrsta kostinn, þeir geta kynnt sér þessar skýringar aðeins betur með að fara inn á slóðina hér fyrir neðan. Eða með að senda tölvupóst á netfangi sem þarna kemur fram. Og ég ætla bara að enda þetta með þessu og þakka fyrir mig. Takk.